Velkomin að Rauðaborðinu í eftirmiddaginn á föstudegi. Þá höfum við það sem við kallum vikuskamt og förum yfir fréttir í vikunnar og fáum til þess áhugavert fólk. Og hingað kominn slíkur hópur. Það Almar Blær Sigurjónsson, leikari og vondi prinsinn. Já, einmitt. Varhugaverður. Í Frozen, við erum að veitna í Frozen. Já. Sem heitir hvað, Frost? Frost upp á íslensku, já. Þorbjörn Rúnarsson. Komið sæl. Tenor, já, kennari vissulega. Starfsmaður kennarasambandsins. Það passar. Kendir honum eins og því? Kendi honum. Já. Var það góður nefnandi? Já, hann Almar var algjörlega til fyrirmyndar. Hann var náttúrulega strax komin í leiklistina á fullt í menntaskólanum, sko. Þetta var menntaskólum á Egilsstöðum. Það orðið svolítið mörg ár síðan. Er komið menntaskóli þar að? Já. Svo það Bibi, ertu Bibi Ásgeirsdóttir, bassarleikari? Safnvörður eða hvað? Já. Starfa á Kvikmyndasafni Íslands. Stendur fyrir stundu fyrir sýningum bráðum, eða verður ekki svolítið séð okkur líka í Bíó Paradís? Jú, Bíótekið, byrjar aftur núna í vetur, 1 sunnudag í mánuði. Og svo hérna Þorgerður María Þorbjarnardóttir sem formaður Landverndar. Já, sæl. Sem ég lærði í gær þegar ég baði að koma að þú ert dóttir Þorbjarnar sem ég á að finna að bókið. Já, akkurat. Þannig að ég bókaði óvart feðgin. Já. Það mér varst rosa gaman. Svo fór ég alltaf að velta því, kannski finnst ykkur það ekki, þið finnst það gaman? Já, mér finnst það gaman. Já, það bara mjög gaman, ég svo stoltur af þessari stelpu, sko. Ég spurði hann reyndar hvort að... Þau eru lík. Já, það er ágætt. Ég spurði Þorbjörn hvort að hann var ekki þá ófrjálsari svona með hvað það myndi segja að þurfti að horfa á, vera með augum þín. Sakanum ótta við að hann fari eitthvað út af strikinu. Ég á 17 ára dóttir, sko, hún horfir á mig bara skeld. Við erum hins vegar mjög sammála við Þorgerður, mjög margt, og sérstaklega hennar málaflokk, sko. Þannig að við held ég erum á ágætum stað. Segir hann. Já, hann heldur það. Herðu, það hérna, talandi þinn málaflokk, þá var eina fréttum dagsins var að það hefur verið að rista upp berjaling til að koma fyrir skógi. Þetta jákvæmt, ekki? Mörgum brá mjög mikið. Ég meina, það er auðvitað mjög ljótt að sjá svona og hérna, það er greinilegt að þarna sem sagt, það þarf ekki hérna að fara í umhverfismat svona framkvæmdir. Það er bara hægt að svona koma þessu á stað og er kannski ekki ná miklu samræði við heimamenn og kannski ávinningurinn er náttúrulega binding fyrir framtíðina í loftslagi en það er losun frá svona framkvæmd þegar það eru rist upp móar og þetta er í Saltvík í Húsavík við Húsavík og hérna já, þetta vekur upp margar spurningar tilganginn vegna þess að við berum líka ábyrgð á mófuglum og ýmsum dýrategundum sem aðalega fuglategundum sem reiða sig á mólendi og hérna og okkur brá mjög mikið mörgum þegar svona náttúruverndar megin og bara örugglega mjög mörgum öðrum líka að sjá svona upprist heilbrigt gróið land. Þetta er víðar landið. Ég sá þetta fyrir ofan Apavatn. Það er búið að rista svona upp stóra móa sem er bara búið að rífa upp og svo bara planta eins trjám í röð. Frekar ljótt og ónáttúrulegu skógur sem að mun verða af þessu eftir ár. Skógrækt er ekki, sko, það er til skógrækt sem er ákveðin vist heimt, það sem að beit haldið frá og það er plöntur með sáð sem eru frá Íslandi eða svona birki og reynir og svona, en svo þegar verið að sko sá þessum barrskógum, það sýrir jarðveginn og það er í rauninni bara ágætis landnýting, það er að nýta skóginn til kolefnisbindingar, til þess að nota timbur í byggingar og svona, en það er ekki það sama og rækta kannski upp land í þeim skilningi sem við leggjum í landgræðslu, þar sem að kannski vera að græða land sem er skaðað
og þarna verið að græða upp land sem bara mjög gróið í þá landnýtingu og það auðvitað, það eins og margt í íslenskum stjórnmálum að vantar kannski plan og og samráð við heimamenn ef að þetta bara, fólki bara bregður, gengur fram á þetta. Þannig ekki planið að séu ræktaðir upp skógar, þannig ef ég væri bóndi eða hefði ætti land eða hefði aðgengi að einhverju landi þá geti ég fengið stuðning við að rækta upp þar nytjaskóg. Það þannig. Og það fengið það bæði vegna þess að það væri einhverja nytjar á skóginum en líka það verið lítið svo á að þetta væri aðgerð í loftslagsmálum. Já, ég meina það eru styrkir en ég held að það megi alveg halda töluvert þéttar á spöðunum þarna vegna þess að við byrjum ábyrgð á þessum mófuglum eins og ég sagði og landið mólendi líka náttúruleg svona eðli landsins á Íslandi og mikilvægt og það ekki bara að það skaði svæði sem að skógurinn á, heldur getur það skaða fuglarnir, hrossagaukurinn hann kannski verpir bara í jaðurinn en lóan og spóin það bara stór radíus þar sem þau verpa ekki nálægt skógi og þetta eru fuglar sem að, eins og ég segi, við berum ábyrgð á og eigum að passa upp á. Við fáum uglur í staðinn eða hvað í skóginum. Gauka. Hrossagaukurinn hefur það mjög fínt á Íslandi í svona skógi og náttúrulega svona trjáfuglar þröstur og annað en á kostnað hinna og En í þessari svona, hvað við kallum þetta, landrækt eða eitthvað, þar eru oft svona menningarstríð, það fólk með og á móti lúpínunni, fólk með og á móti barrskógum. Ég á móti lúpínunni, ég ætla bara að taka það fram. Þetta á móti lúpínunni? Já. En með lyngi og mosa? Já, lyngi og mosa. Hún nú voða falleg þegar hún blómstra allar hæðir og hólar og fjólubláir. Ég reiðfirðingur og horfði bara á mitt helsta útivistarsvæði sem voru klettarnir heima á Reyðarfirði. Ég horfði á klettana fuðra upp bara, eða gjörsamlega hverfa Þannig að hún ekki á mínum góða lista. Hún á oft ekki við ég held að fólk á svo erfitt með þegar hlutir eru ekki annarkvort bara góðir af vondir. Það fer svo ótrúlega eftir. Ég menn lúpínan hefur alveg grætt upp einhverja sanda sem að kannski voru bara til trafala og fjúka upp en hefur svo þess að slæmi kosti að hún stoppar ekki það sem við viljum að hún stoppi, hún heldur bara áfram og það vandamál og það máli segja það sé vandamál á þess að við þurfum að fara eitthvað að taka upp heykvíslarnar og fara í stríð og það það sama með skógræktina. Þetta ágætis landnýting en þetta ekki landgræðsla og það verður að gera það greinamun á. En þetta verður oft svona eins og menningarstríð. Það verður mjög, ég fylgist svolítið með á Facebook skógræktarfólkið gegn þeim sem að vilja vernda kannski upprunalegt, kannski þetta ekkert upprunalegt. Þannig að Ísland ekkert upprunalegt í lyng og mosa, það bara fallin gróður út af ofnýtingu sem bara að gefa eftir. Það eru lyng og mosar einhvers staðar og öðrum stöðum hefur verið skógur þar sem og plöntu og maður þarf ekki að fara annað en á Hornstrandir að sjá alls konar plöntutegundir, það ekki beit. Þá sérðu plöntutegundir sem sérðu ekki annars staðar af því að það beit. Beitin hefur ótrúlega mikil áhrif. Og svo þegar maður að keyra sandana og sér lúpínuna, svo stendur upp úr henni hvönn, eins og hvönnin hafi náð sér einhverju. Þá þetta að vera á móti lúpínunni þá. Því að hitt bara valkostur bara svartir sandar. En svo sem að líka það sem að birki bara að græða sig sjálft á sandunum. Það alveg stórmerkilegt, þannig að Breiðamerkursandi, þar sem að það hefur komið eitthvað rosalega hentugur vindátt frá skóginum í Skaftafelli og það í kring. Bæjarstaðarskógi. Já, og foki yfir sandinn og bara þau eru eiginlega öll jafn gömul, trén. Allavega koma, þú veist, langflest trén sem stærstu, þau eru öll á sama aldri en svo þau byrja að búa til fræ Þetta hafi verið einn atburður sem að hitti á eitthvað svakalegt norðvestan rók einhvern tíma þegar fræin voru tilbúin úr skóginum og út á Skeiðarársandinn og það alveg stór svæði sem eru stórt svæði og þetta bara, maður fyllist einhvern veginn alltaf gleði þegar maður keyrir við keyrum gjarnan að því að við förum gjarnan austur á land þar sem við bjögum og maður alltaf, þetta gefur mann hlýtt í hjartað að sjá þennan fallega skóg á sandinum. Og við höfum breyst landið, við erum svo gamlir, við höfum breyst mikið landið. Þetta sem að keyrir svona Norðurlandshálendið og svona, það bara ger ólíkt við það sem að þegar ég fór þar fyrir 45 árum.
bara miklu grónara og það er kannski líka bara út af væri að hitast í. Já, en það er líka það að það verið grætt mjög mikið upp í kringum veginn, það er svo skrítið. Svo ef maður kemur eitthvað aðeins út fyrir eða fer inn í Ódáðahraun og inn á Sprengisand og þessi svæði, þá náttúrulega kannski minni gróður þar, en það er samt gróður sem fólk sér ekkit endilega. Hann er þarna. En við komum aldrei til með að geta grætt upp allt landið því að það er bara, við erum bara eldfjallaeyju og það er bara virkar ekki svoleiðis. En við sjáum samt þó nokkuð mikinn árangur af skógrækt, af landgræðslu síðustu áratugina, sko. Það er búið að gera mjög marga góða hluti. Ég var samt einhvern veginn að keyra þarna þetta Ódáðahraun og þar hitti ég kindur sem voru bara að sleikja þjóðveginn. Þannig að þú veist, er það ekki líka eitthvað svona öll þessi græðsla og svo er alltaf kindur út allt að éta? Steinullu framleiðsla, sko. Það er ekki í koma strik sem að danska konan spyr, sko, borðuðu steina. Horfa á íslenskt sauðfé út í melónum. Herðu, en það eru menningarstríð í gangi. Það eru kynhlutlaust Já, er það mikið stríð? Ég veit ekki. Ég hef ekki heyrt neina að vera að æsa sig yfir þessu, sko. Nei. Það var kannski meira fyrir ykkur síðan. Ég man eftir svona konum sem að vildu að halda kvennaklóstinu. Já. Nei, ég bara fagna því að það verður kannski svona jafnara fyrir kynin að bíða í röð. Það er alltaf, konur þarf alltaf að bíða mjög lengi í röð. Nú kannski verður þetta eitthvað jafnar á milli kynjana og náttúrulega bara fyrir fólk sem að sko maður getur eiginlega sessi í spór fólk sem að bara skilgreina sig ekki innan þessar kynja tvíhyggju að einhvern veginn vera alltaf mynd á það aftur og aftur og aftur að þú passar ekki í boxin sem við erum með hérna og yfirleitt klósett fyrir fatlaða Já, en þetta er alltaf áminning alltaf þegar þú sér því að hvort ætlar að velja kallaði kvennaklóstið og það er alltaf áminning heyrðu, þú þarft að velja annað 2 boxum eða þú fara að fallara klóstið þetta er, ég mér bara frábært ef að það er verið að gera þessu fólki í lífi bara auðvitað svo einmitt eins og Alex Diljar Birkis Spur sem var í viðtali á Vísi sagði bara loksins getum við fara að tala með eitthvað annað í kringum þessi mál heldur klósett Ég er bara alveg sammála Já, svo er svolítið vond ef sko, þetta er ekki fötlun að skilgreina sig ekki sem kalliða konu þannig að ef þetta er litið á svo að þú er að nota klósett fyrir fatlaða þá sé það eins og þú sért eitthvað afbrigðilegur eða sé eitthvað af þér það er náttúrulega ekki þannig Ég nota svolítið klósett fyrir fatlaða Já. Veit ekki af hverju. Já, það er eitthvað svona rúmbetra Það má nota klósetti fyrir fatlaða. Þú mátt bara ekki, þú ert ekki fyrstur. Fatlaðir eiga forgang. Ég var að rifja það upp líka þegar ég var með dóttur mína unga úti í París. Ég fór alltaf með henni á kvennaklóstið. Ég gæti ekki farið með henni á kallaklóstið. Það var bara svo ósnertilegt að ég gæti ekki farið með svona 3-4 ára stúlku Já, þú er ekki verið stoppaður en einum svona sjálfskipuðum lögreglum einhverjum. Þau hefur kannski haldið bara að þú væri kona. Það þóttist ég ekkert skilja. Kemst upp með ýmislegt sem maður vilja. Já. Ég var myndur á það daginn af kærustunum minni að í COVID þá jöfnuðust raðirnar á kalla- og kvennaklóstin þegar kallar þurftu að fara að þvo á sér hendurnar. Þá var þetta svona aðeins jafnar sko. Það mjög því. En þeir sem betur fyrir geta hætti núna. Já. Nei, apabólan. Það rifjaðist upp fyrir mig líka að talandi um svona kynjuklósett að Johnny Cash var eins og spurður að því hvernig stendur á því að svona gott hjónaband hjá þér og June Carter sem að svo tekkaði nú á þessu áðan að þau voru nú bara gift í 35 ár áður en að June dó. Þá sagði hann, við erum með sikkert klósettið. Og það væri galdurinn? Það er galdurinn. Ef þið viljið fá svona ráð hjá Johnny Cash. Það krefst ákveðina innkomu. Það er spurning hvort maður geti ekki keypt eitthvað kamar af Kára Kristjáns? Já, er ekki fullt af kömrum þarna sem er til sölu? Nei, hann safnar bara gömlum kömrum. Já, hann selur það ekki. Hann er með safn. Já, hann er með kamarsafn. Í Ásbyrgi held ég. Ég hef ekki farið að skoða en hann hefur komið í Hvannalindir þar sem ég hef verið landvörður og sótt gamlan kamar. Við vorum að setja nýjan og kom hann og sótti gamla. Það kannski þarf bara að vera á undan honum einhvers staðar í Vatnavík og þjóðgarði að sækja sér eitt til þess að hafa út í garði.
Ok, deilur, það hérna, var kynnt svolítið sem svo var í deila eitthvað nýtt logo hjá kirkjugörðum, hvort þetta kallað á kirkjugarða. Hafið þið skoðun á því? Var þetta ekki bara fínt? Mér finnst þetta flott logo, fallegt logo. Ég er sammála biskupi þar. Akkurat. Já, ég líka og mér er eiginlega alveg saman hvort þið kalla kirkjugarður ekki. Þetta er oft við hliðin á kirkjum. En svo aðrir ósammála því og það er ekki til dæmis kirkjugarðurinn elsti kirkjugarðurinn í Reykjavík er ekki við kirkju. Nei. Tveir elstu meira segja, er ekki kirkjugarðurinn niður í Fógetagarðurinn sko. Þar er ekki síðan garðurinn á Suðurgötunni, þetta eru hvorugir við kirkjur sko. En hann heitir bara, er það ekki heitir hann Hólavalla kirkjugarður eða Hólavalla garður? Það mögulega var Hólavalla kirkja þetta einhvern tímann, það getur verið en sko, nei, en heitir hann ekki Hólavalla garður bara, eða hvað, ég man það ekki. Þá bara veit ég ekki að þetta googla það. Það reis upp svona fólk og ég held að það er líka í sambandi við klósetin. Það rís upp eitthvað svona hópur af fólki sem að segir á nú að taka þetta á okkur líka. Þið bara taka ekkert mark á því fólki. Þetta er bara stormur í vatnsglasi. Fólki langar bara að verðast langa slást. Ég sá Jón Viðar þinn maður og hann var ekki ánægður. Oft er ég sammála honum og oft ósammála og ég er ósammála honum í þessu en hann skrifaði svolítið pistil þetta. Hann var ekki ánægður með nýjan biskup að hún stæði ekki betur upp í háruna á þessu liði sem var að breyta þessu svona. En það er þessi hugmynd að það sé víglína sko, ef við gefum eftir í þessu þá munu þau, ég veit ekki hverju þau eru, vaða og taka allt af okkur. Þetta er menningarstríðsvíglínan sem þú ert að ræða þarna í rauninni. Já, hún virðist bara alltaf skipa sér, hún bara myndast alltaf, það þurfa alltaf að vera átök. En er það ekki svolítið ef það eru fólk í okkar samfélagi sem upplifir að samfélagi sé bara eiginlega hrynja? Það eru bara, að márarnir eru við borgarhliðið og ef við stöndum ekki bara í baráttunni að þá munum við tapa og vera neitt til þess að gera eitthvað sem við viljum ekki. Já, þetta er líka alltaf spurningin hræðslu við breytingar. Þetta er eins og þegar gamla fólki sagði að okkur ekki víða með að taka upp kennitölurnar og halda sig við nafnnúmerið þangað til að gamla fólki væri dáið. Þetta er alltaf sama sagan, sko. Þetta er bara þróun, þetta er eins með tungumálið alltaf þá umræðu Eiríks Rögnvaldssonar við hina og þessa sem er að velta fyrir sér gæðum og kostum og göllum við breytingar á tungumálinu. Við höfum bara sætt okkur við það að heimurinn er í þróun og þetta er bara partur af því og hér á Íslandi er bara fækkar stöðugt í þjóðkirkjunni og þó að það sé fólki í ýmsum öðrum kirkjudeildum þá er bara fullt af fólki, við höfum bara sætt okkur við það og Íslandi býr fullt af fólki sem er ekki trúað og það þarf að hola því niður á einhvern hátt og það þarf að gera það í grafreitum og það þarf ekki alltaf að setja kross og það er líka vanvirðing við þá sem ekki eru kristina trúar að þeim sé skipað í vígðamold og væri settur kross ofan af slíkt leiði. Það er að mínu viti ekkert minni vanvirðing heldur en hitt. Er það vandamálið að aðlunarhæfni fólks sem á erfiðleikum með að sætta sig við að hluti þróist? Sem að lifa í svona manni finnst það ég meina kristið fólk fær ennþá sína kirkjulegu athöfn og fær að vera í sinni vígðu mold og þannig að þau eru þessi reiði er eiginlega að aðrir geti skorast undan því og það er náttúrulega bara eitthvað ég meina mér finnst bara mikilvægt að staldra alltaf við eitthvað að breytast og spyrja sig fyrir hvern, til hvers og ef það eru bara góð svör við því og það er bara allt í lagi og mér finnst líka stundum bara allt í lagi að hafa ekki skoðanir á hlutum eins og þessu. Ég er bara, ég ætla að spara mér heila orku í að fara að velta vöngum við því hvað skoðan ætla ég að hafa þessu og hvað teika ætla ég að hafa þessu. Mættu nú margir taka það til fyrirmynda. En ef ég sé fyrir mér hvað á að kalla þetta, minningareiti eða hvað? Ég hef ekki eitt neina til. Mér minni það bara grafreitir held ég. Grafreitir. Gríðar. Að kvíldar koma inn í garð þar sem að það er ekki bara krossar og kristinn svona tákn heldur bara leiði af öllum stærðum og gerðum og bara eins og mannfólkið er sko. Það er reyndar þannig að það er ekkert kross á öllum Nei, auðvitað en það er svona falleg mynd finnst mér. Maður sé svona minninga eða dánartilkynningar og jarðarfaratilkynningar þar sem að fólk er meira þess að með hamar og sigð. Akkurat. Til fyrirmyndar. Já, blandaðar jarðarfarir ég fór í slíka í fyrra sem var að hluta til ásatrúar og hluta til kirkjuleg. Bara mjög falleg.
En maður spyrir sig, af hverju þurfti hún að vera hluta til kirkjulið? Það var bara hluti af fjölskyldunni held ég sem þar skipti máli og það er ýmislegt hægt að sækja til kristinna trúar þó maður sé kannski ekki trúi kannski ekki á Guð almáttugan sko. Maður náttúrulega alveg upp í þeim menningarheimi sko. Ég held að fáir fari jafn mikið í kirkju og ég og pabbi. Við förum kirkju flesta sunnudaga bara sko. Við erum í kirkjukór saman og það ég fer bara mjög mikið út af því en er ekki í þjóðkirkjunni. Oft frábær boðskapur sem að maður heyrir í kirkjum og þetta snýst þetta kærleika fyrst og fremst. Þannig að það maður á bara mjög góða stundir þó maður sé svona agnostik sko. Og það ekki bara í öllum trúarbrögðum? Einhver kærleiksboðun? Jú, það lifir náttúrulega í kristnu sko, menningarheimi, þannig að ég held að sé erfitt að vera alin upp í okkar samfélagi og segja að ég er ekki kristinn. Því að náttúrulega er rosalega stór hluti af bara kultúr okkar og hugmyndum og fleira úr kristinni arfleifð og það mætti vera helviti erfitt að rífa sig út úr því sko. Með þetta endur skoða margt. Herðu, vindmjölugarða, þú verður einhvers konar því, Þorgerður? Þið getur bara að sé það í fréttum. Nei, við kom saman stjórnin þegar það gefið út hana vindorku verið. Við viljum ekki tala um garða eða lundi eða ekki einu svona myllur eiginlega, vegna þess að myllur, þar eru svona mylja hveiti og svona litlar og sætar, en þetta eru orkuver, þetta eru turbínur. Þetta eru rosalega stóru mannvirki. Vindorkuver. Já, og þetta eru bara mjög stór viðburður þegar veitt er svona leyfi við fyrsta sinna gerðar á Íslandi og það leggur ekki fyrir þingsályktunar tillaga svona stefnu í þessum málum og það eru það sem við höfum áhyggjur af, þessi fara af stað og við einhvern veginn vantar alla umgjörð eða kannski ekki alla, það er náttúrulega þetta búið að fara gegnum rammaáætlun og umhverfismat og annað en það er ekki svona maður hræddur að það fylgi miklu fleiri vindorkuver í kjölfarið og á mjög mörgum stöðum. Það eru allavega 32 staðir sem eru komnir í svona eitthvað ferli. Umsóknarferli eða hvað? Og svo hefur maður heyrt bara svona innan úr sveitastjórnum víðsvegar og bara umtala í blöðum og svona umræðu miklu fleiri, kannski hátt í 50 sem við höfum tekið saman hjá Landvernd. Þannig að það er alveg hægt að fara fram úr sér í þessu eins og en þetta ekki bara íslenska aðferðin? Þetta er eins og í fiskeldinu, að fyrst bara, ég meina ef þú vilt vera með eitthvað fiskeldi þá bara go ahead, sko. Og svo þegar þetta allt kom út í svona svolítið tjón, þá reynum við að búa til reglur, en þó þannig að við röskum ekki þeirri starfsemi sem að þú settir upp á meðan það voru ekki reglur. Reglurnar ná einhvern veginn á forsendum þeirra sem eru nú þegar farnir á stað. Þetta er íslenska leiðin. Já, þetta hefur verið gert í mörgu og ég held að séu 16 baðlón í bígerð núna og 11 í notkun og 16 komin á hugmyndastigi og annað. Þetta er, þú veist, það er bara svona við erum svolítið gullgrafarar greinilega í eðli okkar en það vantar alveg ramman utan þetta. Nú þekki ég ekki mikið til þessa máls en tilfinningi mín kringum þetta er eins og einmitt þú nefnir 50 staðsendingar. Að þetta sé bara svona verið að fara svolítið bakdera leið að þessu öllu saman. Já, ég minna, það er eins og Kristín Helga talaði í útvarpinu sem okkur fannst svolítið svona flott orðana húskarlar. Það eru komin svona á stað, svona ýmsir svona sem að ganga í rauninni svona erinda þessara fyrirtækja. Eins og var í fiskeldinu, það voru með Einar Guðfinnsson, fyrrverandi sjávarútvegsráðherra sem að... Og það er svona, þetta er farið ýmsar leiðir við að koma þessu í skipulag og aðalskipulag og deiliskipulag og allt þetta og það er oft svona kannski byrjað á einu sem væri kannski ekki tímabært. Nú er svona stjórnsýslan töluvert flókin en það er oft kannski farið af stað inn í eitthvað aðalskipulag þannig að það er komið
þetta komið inn í þetta skipulag, þannig ef við fáum, þetta leyfi, en með fyrirvara að við fáum hérna umhverfismat, svo fyrir umhverfismat segir að við erum eiginlega komin samt inn í hérna alskipulagið og svo erum við eiginlega búin að kaupa hérna túrbínuna eða hérna mastrið eða þið gerir ykkur grein fyrir því að við stoppum þetta þá verður gríðalegt fjárhagslegt tjón. Akkurat, það er svona atvinnutækifæri sem við vorum að koma með inn í byggðina munu náttúrulega falla. Akkurat, þetta er komið svona eins og með fiskeldi í Seyðisfirði að það er komið inn í strandsvæðaskipulagið. Það er ekki komið með öll svona tilskilin leyfi en það er einhvern veginn svolítið gefið í ljós að því þetta er komið í skipulagið að þá séu svona fjárfestar konum með það sem að þau segja séu svona lögbundnar væntingar eða annað sem er bara orðskrýpi. Þetta er hérna ekki, það er lög það hvernig umhverfismat á að fara fram og hvernig leyfisveitingar fara fram og þá fara þeim en ekki eftir einhverjum væntingum einhverja fjárfesta. En hérna voru ekki byrjað líka einhverja framkvæmdir? Það búið að auglýsa eftir starfsfólki. Á Seyðisfirði? Já. Hvernig er hægt að stoppa þetta? Hvernig getum við stoppað þetta eiginlega? Já, það er spurningi. Við kærðum nú strandsvæðaskipulagið. Því var vísað frá ekki vegna þess að það var ekki hægt að sýna fram að lögvara hagsmuni þeirra sem sóttu málið sem voru landeigendur í Seyðisfirði, heldur vegna þess að skaðinn var ekki skeður. Skipulagið var ekki búið að skaða þeirra atvinnustarfsemi og þau gátu ekki sýnt fram á tjón vegna skipulagsins en náttúrulega þá er aldrei hægt að kæra skipulagsmál með þessum rökum fyrir en eftir á og hvaða gagn höfum við í því. Þetta er bara mjög alvarlegur úrskurður finnst mér sko að og Landvernd getur ekki svona mál vegna þess að við erum ekki málsaðili, við höfum enga rétt gagnvart dómstólum vegna þess að samtökin mega ekki ganga þannig umboða náttúruna nema þá til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Þannig að það er það er mikil flækja í þessu. Hérna er spurning sem er það að þarna er þeir sem að vilja vera með fiskeldi eða reisa vindorkuver og eitthvað fleira, þeir bara ná sínu fram og sömuleyti þá þjónar ríkisvaldið þeim og almennt spyr hvernig getum við stóðið þetta? Sko, ef það er komin einhver rammi fyrirfram, ef það er hægt að bíða með að setja hlutina í gang fyrir en þangað til að komin er skýr rammi utan þessa hluti. Það er svo margt í þessu sem að manni finnst athugavert varðandi vindorkuna, til dæmis, að hver á loftið, hver á nitrið og súrefnið og argonið og koldíósið og vatnsguðuna sem er að þvælast hálendið, hver á þetta? Og hver getur hagnýtt þetta? Sá sem að getur hagnýtt þetta, hann á þetta, samkvæmt íslensku leiðinni. Alveg svo sá sem að getur sett inn eitthvað fiskeldi. Já, nema sá sem getur sótt fiskinn í strandveiðunum, hann á hann ekki, sko, þó hann geti sótt hann. En maður bara veltir í fyrir sig, sko, þurfum við alltaf að vera með þetta sem að stóð í auglýsingaplaðinu frá Landsvirkjun á sínum tíma, sko, minimal red tape. Það var talað um það fyrir virkjunina áður en þegar átt að virkja Eyjabakkana og það var auglýst bara komið til Íslands og gerið það þar því að það er ekki mikið verið að þvælast fyrir ykkur og þið bara byrjið og eins og er rauninni bæði varandi vindorkuna. Manni finnst það aðeins í þessum málum og maður gera sér það svo margt sem maður gera sér ekki grein fyrir, til dæmis eins og það talað um risastóra fjölda vindmýla upp á Fljótsdalsheiði fyrir austan og vegurinn þangað sem að verið er að byggja núna, hann er byggður fyrir 15-20 tonna öxulþunga en það þarf 60 tonna öxulþunga undir þessa túrbínur, þessa spaða og þessa staura sem á að fara að flytja þarna upp yfir. Það er ýmislegt sem maður gera sér ekki grein fyrir. Hver ætlar að leggja þessa vegi? Þetta var einmitt tala í kringum Dalabyggð líka, var í fréttunum í vikunni að vegirnir, það er engin vindorkuver þar nema að komi nýjir vegir og hver ætlar að kosta þessa vegi og svo náttúrulega er þessi orkuskorturinn umtalaði er náttúrulega kannski forsenda þess að alls hvað ætlum við að fórna miklu. Það er látið eins og loftslagsaðgerðir séu þurfi að fá nýja orku en það er alls ekki þannig að við þurfum að fá nýja orku inn í kerfið og nýja orka er alls ekki, það við fáum nýja orku þá er ekki heldur
þar með sagt fara í loftslagsverkefni. Þannig að þetta svona látið eins og þarna séu mjög bein tengsl á milli sem það eru ekki og það er ekki bara Landvernd sem segir það er orkumálastjóri líka sem segir það sama ný orka er ekki saman sem loftslagsávinningur, það eru mörg púsluspil á milli sem þurfa að ganga upp. Það er náttúrulega langlíklegast að ný orkuver þess að orka frá þeim fari í einhverja nýjar framkvæmdir eða nýja ég meina það eru mikil áform til dæmis í Ölfusi mjög mikla orkunotkun og og tala að það séu svo græn verkefni og hringrásaverkefni og þannig en það er bara liggur í augum uppi, við getum ekki sagt já við alla og og svo umræðan fer alltaf að snúast olíubruna í fiskimjölsverksmiðjum sem að nota alltaf afgangsorku og vilja ekki kaupa annað en afgangsorku. Þeir vilja bara kaupa orku vegna þess að hún er miklu ódýrari og það er hagstætt fyrir þá að gera það og brenna olíu þess utan. Þeir munu ekki fara út í að kaupa forgangsorku. Það verður alltaf afgangsorka sem þeir vilja. Nema olían verði þeim mun dýrari. Já, það mögulega gerist sko. Ég held sko núna á að setja kílómetragjald á bíla til þess að byggja upp vegi vegna þess að þetta hefur alltaf verið í olíugjaldi en þá ef að við færum okkur olíugjaldinu yfir á kílómetragjald á bíla að þá eigum við að hækka kolefnisgjaldið bara það sem nemur olíugjaldinu og þá fer allur sá peningur líka á skip, líka á í fjarvarmaveitunum, allt þetta olían verður dýrari en það verður náttúrulega haldast í hendur við það að við hjálpum litlum samfélögum sem eru með fjarvarmaveitur að að taka á rafvæðara og bara sjá kostnaðinn á forgangsorkunni. Það er til nóga orku til þess að þessar fjarvarmaveitur noti forgangsorku. Varðandi fiskbræðsluna þá fannst mér ágætt sem að Sigríður Andersen sagði að þetta eru svona bræðslur sem að nota gríðarlega mikla orku á mjög skömmum tíma, bara eiginlega nokkra vikur á ári, ekki eins og öll ár, því að stundum er bara engin loðna og engin fiskur. Þannig það að búa til orkuver til þess að mæta þessum toppi sem er kannski 7 vikur á ári annarkvort ár, það kallar að gera við alla orkuna þess á milli. Þannig er þetta má ekki bara brenna olíu til þess að fylla upp í þetta gat, frekar heldur en að reisa nýja vatnsaflsvirkjun. Fyrir austan er það nú bara mjög mikið í gangi, þess að færeysk skip koma líka með loðnu og þannig að það er örugglega hægt að nýta þessar bræðslur betur ef það er einhver bræðsla í gangi 7 vikur á 2 ára fresti. Nú þekki ég ekki alveg nokkulega. Það verður að finna fisk eða eitthvað ef þú ætlar að bræða þetta. Já, ég meina þá bara verður ekki mjög góð í að þjappa þessu saman. Við geymum fiskinn, það kemur rosalega vandlíkt á hana meðan það geymdur líka. En að því að við vorum að tala svolítið fiskeldi líka og þú voru að tala vegina, þá er það, og dalina, þar eru allir veginir meira og minna upp í etnir. Meðal annars út af þungaflutningum frá fiskeldisfyrirtækjunum á sunnanverðum Vestfjörðum sem hafa spænt upp þessa vegi sem eru eiginlega, ég veit ekki hvort þið hafi keyrt þetta? Ég keyrði þetta bara fyrir 1,5 viku síðan. Já, og þetta er ekki góður vegir? Nei, mér blöskraði bara. Já. Þetta er rosalegt ástand. Og það eru fiskeldisfyrirtæki sem eru að flytja þarna sem eiga allar þessar skemmdir því að einn svona flutningabíl hann spæn upp veg á við 20.000 fólksbíla. Þetta er ekki svona línulegt, þetta er svona, hvað heitir það, eins og var sagt í COVID. Veldisvöxtur, þegar þungin kemur, þegar bílinn sem þú varst að keyra á, það skiptir engu máli hvort að þú keyrir þetta vegunum. Nei. En þegar það kemur 20 eða 30 eða 40 tonna trukkur, þá spænast upp veginir og þessi fyrirtæki þau er ekkert að borga hærra gjald til þess að halda vegakerfinu heldur en við. Nei, allavega ekki sem þessu nefnur, svo mikið víst. Þú sé eitthvað aðeins dýrar að keyra stærri bíla, þá munar það ekki því. Þannig að við byggjum upp almannagæði til þess að geta keyrt á milli landshluta, en það eru fyrst og fremst þessi fyrirtæki sem spænir upp. Já, við hljótum að halda áfram að reyna að vera samfélag eins og annar staðar, reyna að byggja hlutin upp á samfélagslega máta og þetta nýtur fólks góðs af því að keyrum á góðum vegum, líka þeir sem eru bara að fara á sínum Yaris, En þetta er alveg rétt að þannig Það myndi duga að leggja veginn á 30 ára fresti ef þetta væri bara Yarisar. En þú þarf að leggja veginn á ársfresti af því að það eru þungaflutningar. Það er munnin. Já, það er mörg að huga í sambandi við þetta, algjörlega.
En vindmyllur, þið mótið vindmyllum? Sko, ég hef nú ekki sett mig inn í þessi vindmylla, en ég sammála Þorgerði að þetta aðeins svo fallegt hugtæk fyrir þessi bákn, sko. Af því ég var í Færeyjum fyrir sumar og þar eru þeir svolítið búin að setja þetta niður. Og ég bara leikmaður í þessum málum og það eina sem ég hef mestar áhyggjur bara af sjónmengun og þeim áhrifum sem þetta kann að hafa á fuglalíf til dæmis. Það svona það sem strækar mig og Og hvort við þurfum í rauninni alla þessu orku. Og svo það, já, einmitt. Eða þú veist, ætlaðir að gera bara einhverjar bitcoin Já, það námur snýst eða hvað svolítið að mikið gerast, það og en svo eru þetta þótt að fuglalífið, þú veist, og sjónmengurinn sé bara mjög mikil þá það líka leggja vegi til þess að setja þær upp og þetta er mjög víða á þessum svæðum. Þetta eru ósnortið heiðaland. Landvernd er núna með göngur sem heita heiðaland í Háska og erum strax farin að skipuleggja aðra, vorum eina daginn Grjóthálsinn af því þetta eru svona heiðarvötnin blá, þarna himbrima tónleikar og ósnortið náttúra sem er sko ekki síður mikilvæg heldur en hver önnur og hvaðan hálendi eða svona sem við viljum venda þetta eru þetta hálendi víða þar sem heiðarnar ákveðnum heiðmenn þó þetta sé ekki með hálendi en þá er þetta alveg mjög sko mikilvæg lönd og þá er spurning hvað ætlum við að fórna þessu og fyrir hvað og fyrir hvern Ég segi fyrir hvað og fyrir hvern sé bara mjög mikilvæg svör sem við þurfum til þess að geta metið þetta. Ég meina ef við þurfum meiri orku, ef það er sannarlega svoleiðis að þá kannski þyrft að finna með umhverfismati og önnur hentugt svæði, bla bla bla, allt það, en að vera með bara eitthvað, leggja allt landið undir vindmyllur eða eitthvað bara til þess að, þú veist, bara því bara. Er náttúrulega bara, og einhverjir kallar græða á því og geti selt orkuna einhverjum til þess að gera eitthvað annað ömurlegt. Það er náttúrulega kannski þyrft að... En er það ekki línan sem það sko? Ég meina þið talir svolítið eins og við munum koma hérna saman og ákveða þurfum við meiri orku og svo bara, jú, við þurfum eitthvað meiri og svona. Það þyrft að vera eitthvað samtal, það þyrft að vera eitthvað lagaleg leið. Það er það sem pólitíkin á að gera. Ég verð að syrkja með því að þetta samfélag sem þið eru að lýsa og ætti að vera til er ekki til. Þess að stefna stjórnvalda það að ef þú telur þig geta búið til orku og selt orkun einhvern bara go ahead, bara gerðu það endilega og ef þú vilt því að við eigum ekki sem ríkisvaldið að fara að ákveða eitthvað hvort það þurfi svona mikla orku eða eitthvað, við erum ekki einhverjum anskotans áætlunarbúskap eins og Stalin Svo get ég bara mælt sjálf mengun, nei, þetta er ekki að menga neitt. Þannig ég held að sé bara stjórnvöld er ekkert á því að það sé þeirra að ákveða hvort það þurfi orku eða ekki. Já, sko það er alveg til því sjónarmið, en það eru hins sjónarmiðin er til en þau eru ríkjandi, það eru áhyggjefni og bara með hlutverk landverndar alveg vera líka bara að ræða við stjórnmálamenn. Þetta er alls konar fólk sem er á Alþingi en mér finnst alveg vanta svolítið þunga í umræðuna á Alþingi. Og þessi taktík sem þú lýsir að þú veist bara byrja að gera og er ég að skemma við getum ekki skemmt þetta núna, ég er búin að byggja svo mikið og eitthvað. Þetta er stefna stjórnvalda. Já, þessi stefna sem hefur verið ríkjandi mjög lengi, ég meina auðvitað það var mikil fátækt og það þurfti einhverjar ástæður, það er einhver róta þessari aðferðafræði en núna þarf og ég hef trú á að við getum sem samfélag krafist þess að hlutinni séu gerðir öðruvísi. Það þurfi að liggja fyrir einhver möt og samþykki og einhvers konar samráð áður en að það er vaðið af stað. Ég meina við vorum með heimamenn þarna í Grjóthálsgöngunni, þetta voru meira og minna fólk á svæðinu sem gekk hana með og þetta er ekki bara einhverjir sérfræðingar að sunnan sem þannig ég held að það sé rosalega mikilvægt og stjórnvöldin tala líka það að samráð við heima fólk sé mjög mikilvægt. Ég heyrði Guðlaug Þór Þórðarsson sem hvað heitir þetta? Umhverfisorku og loftslags og eitthvað. Hann sagði að það var eiginlega bara ordur frá Sameinuðu þjóðunum að minnka allra hindranir fyrir því að reisa orkuver. Það var eiginlega bara að fara Guterres var eiginlega á öxlina á honum að segja honum að bara minnka það sem að þið að biðja að sé svona skoðað í uppæfi og svona. Hann segir bara nei, Guterres hann segir að ég ekki gera það. Þetta er náttúrulega túlkunaratriði af því að það er þannig við að það sem er bara brennd mjög mikil olía til þess að búa til rafmagn. Þar er verið að hraða ferlum
til þess að búa til orku og alls ekki nóg mikil umræðu orkusparnað og að hagnýta orkuna betur og fara í meira hringrásarhagkerfi þar sem við þurfum til dæmis búa til ál úr hrááli úr báxíti og gera súrál og svo verður það áli. Þetta rosalega orkufrek iðja, það þetta endurvinna ál og síðan bara takmarkað báxíti til, en ég held að heimurinn hlýtur stefni það átt að nota minni orku, nota minna hvernig sem það mun koma til, en ef við bara hugsum út í það fyrirfram, þá getum við gert það vel þannig að sem flestir hafi það sem best, af því það mjög mikið af fólki sem hefur það bara mjög skítt í dag og víða heim, út af loftslagsbreytingum, út af námugreftri, út af uppskerubrestum sem eru, þú veist, og svo pólitísk stríð farin af stað líka og það erfitt að vita hvað orsök og hvað afleiðingar, en loftslagsbreytingar eru staðarinn þarna og ég held að við hljótum að þurfa að skoða það betur, en það ákall það að meiri endurnýjanleg orka sé framleidd í heiminum. En það á bara ekki við á Íslandi, það liggur ekki svona mikið á. Tæknin sem við ætlum að nota til að fljúga flugvélum á vetni, hún ekki komin. Tæknin sem fólk langar að nota til þess að sigla skipum á ammoníum eða einhverju slíku, hún ekki komin. Það að gera að reyna að hraða þeirri þróun, en svo orka sem kemur inn á kerfi núna, ef hún á að hlaða rafmagnsbíla, við erum að flytja inn frekar lítið af rafmagnsbílum, en við erum ennþá stundum í stað, við erum búin að fara aftur á baki í því að fólk að kaupa bensínbíla. Guðlaugur Þór sagði líka að það í aðgerðaáætlun loftslagsmálum að hætta innflutningi af bensínbílum 2040. Hann búin að segja að hann ætli ekki standa við það, að það verði líklega ekki staðið við það. Við erum svo ofboðslega tilbúin í að taka af náttúrunni en að taka af einhverju öðru, það einhvern veginn óhugsandi og það eitthvað svona mannlegu galli sem ef þetta langar engan kannski til þess að sleppa einhverjum að fara til útlanda 5 sinnum á ári, það ógeðslega gaman, en hægt að finna aðra leiðir til þess, hægt að fara sjaldnar. Þetta allt svona þetta erfiðar spurningar. Ákvörðurinn, svo ég komi aftur á sig að segja áðan, að þú segir að við getum endurunnið ál, en þá myndi eitthvað svona í liði Guðlaugs Þórs segja, já, ef við gerum það örugglega þegar það borgar sig og þegar við getum grætt á því, en þangað til þá erum við ekki að taka ákvörðun það. Nei. Og margir hugsa þannig. Við bara eiginlega detta út úr, Við erum ekki komin hingað saman til þess að ákveða hvernig framtíð við ætlum að hafa. En hver stjórnar því hvort það borgi sig? Það hvort það borgi sig að gera það og þeir sem fara með peningin. Já, hver stjórnar því hvort það borgi sig? Það peningarnir sem að... Já, en það hægt að skattleggja peninga, það að setja hvata. Stjórnvöld eiga að stjórna. Grípa fram fyrir hendur á markaðnum. Já, við gerum það alltaf. Það fullt af hlutum sem bannað að gera og fullt af hlutum sem má gera og fullt af hlutum sem fólk hvatt til að gera. Það hvatar og það latar í kerfinu og stjórnvöld eiga að gera það. Og þau geta haldið því áfram í og geta valið áttina sem þau vilja fara í. En ástæðan fyrir ég að kasta fram í svona grundvallaratriðum að ég velta fyrir mig hvort að við mættum ekki að fara að ræða þessi mál. Hver það sem tekur ákvörðun hvernig framtíð okkar verður? Því að það var eiginlega tekið út á dagskrá, því það átti að koma frá einhverjum, ég held að vera frumkvöðlar eða sem kemur einhverja nýja tækni sem myndi færa okkur miklu betri framtíð heldur við getum nokkuð tíma að koma okkur saman okkur. Alþingi var nú með framtíðanefnd sem að ég reyndar fekk ekki þess aðnjóndi að vinna með, en ég þekki marga sem gerði það og fannst mjög áhugavert. Guðrún Smith frá Landvernd var frá okkur til dæmis og það nú einhverja að pæla í því, en við erum kannski ekki alltaf alveg nú sammála og þá endar hlutinir oft kannski í einhvers konar milli móði sem að ég held að þeir sem að vilja viðhalda svolítið til óbreyttu ástandi vilji frekar halda umræðin í einhverjum svona tæknilegum útfærslum og einhverjum slíkum atriðum eins og svona grundvallaratriðið sé afgreitt. Það bara afgreitt þannig að það ekkert gert hérna nema einhver sjá að sér hagið að gera það. Og okkar hlutverk, okkar ríkisins að ýta undir það að viðkomandi geti gert það. Við höfum að styðja atvinnulífið því að út úr atvinnulífinu kemur framtíðin sem við svo góð að við getum ekki svona ímynda á okkur sjálf því að hún kemur frá þeim. Ég held að við séum bara komið þangað þess að sé þetta raunverulega tala það hvernig hlutin ætti að vera. Það væri best fyrir okkur. Ég sé ekki alveg hvar vettvangurinn það umræðu því að stjórnvöld sem að fara með framkvæmdavald lýðræðisvettvangsins sem ætti að vera að fara með almenna vilja
hafa eiginlega lítið ekki svo að það sé þeirra hlutverk, heldur þeirra hlutverk að styðja þig í því að reisa upp vindmyllugar sem að þú ert búin að reikna út að þú getur grætt á. Það er náttúrulega þarf alltaf að vera... Ég lifi í þessum samfélagi, sko. Það er náttúrulega alveg bara... Atvinnulífi er mikilvægt og svona mikil frumkvöðlastarfsemi þar sem að keyrir líka áfram mikið af framförum í okkar samfélagi, en það er alltaf spurning hver á að vera við stýrið í alls konar svona stórum stefnumörkunum. Og þar á almenningur og sérstaklega þeim að ræða auðlindir sem við eigum öll saman, þá á almenningur að hafa meira það að segja heldur en mér þykir stjórnvöld svona leyfa almenningi og eins og samtök eins og Landvernd sem eru almenningssamtök almennings með sérstakann áhuga á umhverfis og loftslagsmálum og fengum einhvern veginn ekki taka þátt í að móta aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, við fengum hana bara á sama tíma og allir hinnir til að fáum svo að skrifa athugasemdir og þá finnst manni oft svona þetta kom svo langt að maður einhvern veginn ekki endilega vongóður að þau fara að bæta við þóttum við komum með fullt af hugmyndum og nýjum aðgerðum að þeim verði einhvern veginn bætt við, þetta vonar maður það. En áður en þið komið að þessu þá voru allir lobbyistar, allra svokallaðra hagaðila sem hafa peningilega hagsmuni af einhverju þróun búin að koma að mótum stjórnvalda í stefnunni. Já, svona einstaka aðgerðum. Mér var sagt allavega að hagaðilar hafi, ég baðast að fá að sjá alla stefnuna áður en hún var birt af því ég átti að fara að tala á loftslagsdeginum, ég þurfa eiginlega að sjá hana til að geta tala eitthvað að viti þar. Þá var sagt við erum búin að vera í samræði við einstaka aðila ákveðnar aðgerðir og það eru þá þessi hagaðilar og þá einmitt komið að því sem maður svolítið tala í kringum þessa aðgerðaáætlun, hún sé svo rosalega raunsæ og þá held ég að þá sé verið að tala raunsæ út frá þessum hagaðilum, fremur heldur en kannski raunsæi út frá IPCC-skýrslunni og vísindunum það hvernig, hvað átt við þurfum að fara í, hvað þurfum að draga mikið úr losun. Og það skipt svo ofboðslega miklu máli hvað, þegar við notum svona orð, svona þung orðin, svo þetta sé nú raunsætt að sem einhvern veginn grefur svolítið undan öllum öðrum sem segja annað, á hvaða forsendum erum við að tala um það? Það yfirleitt forsendum auðvaldsins, getum við sagt það. Við lifum í allræði auðvaldsins sem ræður öllu. Heyrðu, ég tók eftir læknarnir eru komin svolítið í ham í undirbúa kjaraviðræður. Já. Og þú ert í kennarasambandinu. Já. Og við höfum talað það fyrir nokkrum mánuðum og vikum, höfum verið að tala það að það verði átök á vinnumarkaði. Það hætti því, já. Það stefnir svolítið í það. Þetta nú löng saga og við erum á sama stað eins og við erum oft áður. Árið 2016 var gert samkomulag það að jafna lífeyrisréttindi fólks á almenna markanum og opinbera markanum. Fram að því var nátt talað það að opinberi starfsmenn þeir þurfa nú ekki að vera á jafn góðum kjörum vegna þess að þeir eru með svo góð réttindi, bæði starfsöryggi og lífeyrisréttindi. En þarna var með einu pennastriki þessu breytt og nú þegar fólk farið að sjá fram á, ég held að tala 11% lækkun á ávinnslunni og það mismunandi eftir aldri reyndar hvernig það og fólk farið að sjá fram á það að lífeyririnn verði mun minna virði þegar það kemur heldur en hefði annars verið. Partur af þessu samkomulagi sem þarna var gert var að launin yrðu jöfnuð milli þessara markaða. Það kalla jöfnun launa milli markaða og þannig að opinberi starfsmenn ættu þá nálgast starfsmenn á almenna markanum í launum. Þetta náttúrulega reiknað fram og tilbaka og deilt þetta núna í nokkuð langan tíma. Þetta átti að gerast á næstu 6 til 8 árum og þetta var 2016. Núna eru 8 ár síðan og bráðum þau 9. Og það mjög lítið þokast. Bara örlítið hjá til dæmis þeim stéttum sem eru hjá kennarasambandinu, framhaldsskólakennarar, grunnskólakennarar, leikskólakennarar og stjórnendur og tónlistakennarar. Það hefur mjög lítið gerst í þessu og það hefur verið aðal áhersla kennarasambandsins núna hefur verið að fá þessa leiðréttingu í gang því ef ekki núna hafa verið gerðir samningar til 3 ára og ef að þessu verður ekki breytt núna þá þessi tími liðin og rúmlega það. Við borðið, það alltaf sama gamla góða myndin sem tekin fram þegar að skrifa undir þetta samkomulag því þá voru Sigurður Ingi Jóhannsson var þá forsætisráðherra og Bjarni Benediktsson var þá fjármálaráðherra. Núna hefur þetta snúist við og þetta sömu mennirnir, þeir verða bara að standa við orð sín
og við sjáum það að í grunnlaunum að þá munar þarna þegar verið er að finna einhverja viðmiðunarhópa sem að í tilfelli til dæmis framhaldsskólakennara, því ég er framhaldsskólakennara megin sem snýr að ríkinu, þá er viðmiðunarhópurinn sérfræðingar á almennum markaði, fólk sem er sem er vel mentað og búið að fara í langt háskólanám og þarna munar einhverjum 20% á launum. Og við gerum okkur sem grein fyrir því að þetta var kannski ekki lagað með einu pennastriki, en nú verður að fara að koma fram einhver trúverðuleg mynd á það hvernig á að laga þetta. Og þetta er það sem að við stöndum frammi fyrir, en við erum á sama stað og læknarnir hvað þetta varðar, að það er bara sagt ekkert má, það er búið að eiginlega ganga frá þessu fyrir ykkur, en þá gleymist alveg þessi hugmynd. Það er sagt svona, svo ég haldi nú áfram að tala eins og Guðlaugur Þór. Það er sagt svona, Þórbjörn minn, þú eru átt á því að megin verkefni okkar núna er að kveða niður verðbólguna. Og það náðu samningar á almennum vinnumarkaði mjög hófstilltar launahækkanir, einmitt til þess að ná niður verðbólguna sem er hagur okkur allra. Og þótt að þetta sé alveg rétt hjá þér að mætti nú laga þetta svona, að þá eru engin tími til þess núna, sko. Nei, það er aldrei tími til þess. Ég veit ekki hvort að fólk hefur... Nei, þú sagði það ekki, en það er bara þannig sem þetta er alltaf sagt. Það er bara alltaf sagt, þetta vita menn óskup vel, og ég held að við sjáum mjög margt í samfélaginu sem að... Keyra öllu í verðbólgu með þessu... Já, hugmyndin er að gera það. Nei, við sjáum ekki endilega það þurfið að gerast. Það er alltaf teiknaður upp þessi gríla, en við bara trúum ekkert á þessa grílu frekar en ýmsar aðra grílur og teljum að það sé þarna þurfi ekki að eiga sér stað einhver kollvörpun þó að þarna séu gerða leiðréttingar eða sé teiknað upp hvernig þessar leiðréttingar eiga að fara fram. Við viljum bara að fólk að kennarar geti lifað af laununum sínum og þeir eru búnir að verja stærri hluta lífsíns í menntun án launa heldur en ýmsir aðrir og það verður bara að horfa til þess og við sjáum núna fram að það bara stórvantar kennara ekki kannski síst á framhaldsskólastigi nema í verkreinum en í grunnskólum og í leikskólum. Það er bara mjög erfitt að fá mentað fólk og fólk sem að mentar sér til þess að fræða það hverfum í gjarnan til annarra starfa og framundan og við vitum það líka, bara nýlega búið að gera könnun hjá kennarasambandinu, að fólk sem byrjar að kenna, að það er bara 30% líkur á því að það endist ekki árið eða hætti eftir árið. Það er bara rosalegt. Er þetta svona í öðrum stéttum? Eru flugmenn sem að fara að fljúga, er 30% þeirra sem að klára flugnám og fara síðan að fljúga sem eru hættir sem flugmenn eftir ár? Eða læknar, eða arkitektar? Ég er búinn að læra arkitektúr og ég er hérna orðin arkitekt eða verkfræðingur og ég er farin að vinna hérna á einhverju verkfræðistofu eða arkitektastofu. Þetta er óbærilegt og ég get ekki unnið þetta lengur og ég ætla að fara að vinna sem flugþjónn. Já, ég sé bara ekki fram á að lifa af þessu. Það er það er bæði aðstaðan, það er virðingarleysi eða skortur á virðingu fyrir fólki sem í þessari stétt sem við sjáum. Spurðu þið kennara ef við förum út í aðgerðir, eru þið til í að fara í verkfall? Við erum ekki búin að spyrja þessar spurningar en við heyrum aðeins svona orðrómin og svona umræðuna sem er í gangi og fólk er náttúrulega bara og sérstaklega vaxtastigin eins og það þetta ungt fólk sem er að byrja að kenna og er kannski búið að kenna síðan kannski 3-4 ár og fær aldrei neinar viðbætur, fær ekki yfirvinnu í grunnskólum, leikskólum, það er ekkert í boði og fólk á bara í basli. Það er bara hreinlega þannig. Við erum ekki komið svo langt að við séum farin að boða verkföll, það fyrir mann að vera, en eigum þar alveg eftir að gera eina raunverulegu könnun meðal okkar fólks. Það bendir nú ekki til þess að það verður allir skellt í lás eftir viku eða 2, skiljið, það er ekki að fara að gerast, en við sjáum samt sem að fram á átök í vetur ef ekki komið til móts við eða hlustað á þessar beiðni okkar að leiðrétta þessa skekkju sem þarna var gerð fyrir 8 árum síðan og átti að vera búið að gera á 6-10 árum og hefur mjög lítið gerst. Smá hænuskref í fyrra. Ég þarf ekki við kennara alla daga eins og ég reikna með að þú gerir en ég myndi halda það að væri mikill vilji í hópnum til þess að sækja fram einhverja kjarabætur. Við sáum þetta síðast þegar var svona lagt fyrir hópa fólki, það var í BSRB fyrir árið síðan eða svona tæpi árið síðan
ég held að það verið 97% sem sögðust vilja fara í verkfall. Þannig að ég held að sé miklu meiri vilji hjá fólki í samfélaginu til þess að fara og sækja sínar kjarabætur. Kennarar eru, bæði þeir náttúrulega margir eru kennarar af mikill hugsjón og vilja sjá þetta þetta alveg neyðarbrauð að fara þessa leið og eiga mjög bágt með að sjá þetta fyrir sér, en kennarar líka stéttvís hópur og kennarar taka þátt í atkvæðagreiðslum og kennarar standa þétt á bak við sambandinu og formönnunum og við höfum ekki áhyggjur af öðru en höfum engar áhyggjur af því að fólk sé ekki með okkur í þessu og það er framundan held ég ekkert mjög skemmtilegi dagar og vikur í þessu því miður. Og ekki bara kennurum, heldur á læknum og... Já, svo virðist vera og náttúrufræðingum og fleiri komnir í svona þannig að verður átaka vetur held ég í kjaramálum. Það hætti því. Ekki á leikurum þó? Það er aldrei að vita. Það var leikar að fara í verkfall? Já, ég held það. Þeir fóru í verkfall, það var einhvern tímann, ég veit nú ekki hvort ég var fæddur, og það verkfall skilst mér að hafi alið af sér versta áramótaskaup sögunar. Sem að var bara já, það voru bara ómenntaðir leikarar innan gæsalappa, Laddi og einhverju sem héldu því uppi og þetta var einhver svona skemmtið dagskrá. Já, það var skemmtið, það var svona, ég held ég muni eftir. Já, mér rámar í þetta líka. Það var ekki gott, maður ekki endur það. En ég bara, maður getur ekki alveg ímynd sér hversu mikil áhrif það hefði, sko. Eflaust einhver en ég held að samfélagið myndi nú ekki hristast mjög mikið, færu leikarar. Þyrfti að vera dálítið langt verkfall. Já, ég held það. Það voru náttúrulega leikarar í Hollywood voru í verkfalli. Já, og handritshöfundar og ef við tækjum okkur saman sem stétt bara listamenn, íslenski listamenn fara í verkfall og það er kannski bara tímið til komin, held ég, á það, en það er aldrei. Tónlistamenn í Bretlandi lögðu Margaret Thatcher á sín tíma. Það sem þegar hún var í mesta hamnum að brjóta niður verkalýðshreyfinguna. Að þá fóru þeir í verkfall og hún ætlaði að standa af sér. En þar voru meðal annars þær reglur sko að ef þú varst með sýningu, þá var það að vera hljómsveit. Og þótt að væri ekki eins og hljómsveit að gryfja, þá var kannski hljómsveit bara annar stað sem að spilaði live og svo var þetta sendt sko með útvarpsbylgjum inn í leikhúsið. Þannig að það var varið, þess að þú máttir ekki bara setja plötu, heldur var það að vera hljómsveit eða var hljómsveit í verkinu. Og þú var eins og með svona fjölda mörgu svona aðferðum, þar sem að svona réttindi þeirra voru varin. Þannig það bara hvarf eiginlega öll tónlist út úr Bretlandi. Og hún þurfti að gefa sig. Kettlingin. Það er bara, við kannski höldum að við getum bara lifað án þess að hafa listina, en við lifum ekkert marga daga án þess, sko. Alls ekki, og það væri sjón að sjá ef að myndlist og fólk myndi leita niður verkin sín og mæta heim til fólks og taka þau niður á veggina. Taka niður. Það var einu sinni, hvernig var það, muni ekki eftir því, það var eitthvað sem var því að það var alltaf svona viðtali í fréttunum og þá voru menn að stilla sig fyrir framan svona myndlistaverk. Það var einhverjir í myndlistinni sem var eitthvað að alltaf að vera að rökka fyrir sýninguna sem það var, sko, þar sem að forstjórarnir voru að stilla sig fyrir framan einhver myndi. En hvað segir það að er stemming fyrir því í íslensku samfélagi að læknar, náttúrufræðingar, kennarar fara í verkfall? Já, er það ekki bara? Það er ekki trú á þessum samningagangi eftir, þetta átti að vera lágar launahækkanir sem leiddu til þess að verðbólga myndi fara niður og vextirnir myndi lækka. Það er aldrei að sýna sig. Það er ekkert að gerast. Þetta er kannski ekki svona skýr og hreint orsakasamhengi þarna á milli, sko, eins og menn hafa nú svolítið verið að leggja upp með. Verið þið var við háa vexti? Í bara eitthvað lífi? Ég bara sé allt hækkar, ég er ekki með neina lán eða... Nei, ekki heldur. Nema námslán sem að ég veit varla af því að það er fín kjör þar. Maður reynir bara svona að hugsa sem minnst það, held ég. En það er rosalega mikill munur á því bara innkaupapókanum. Já, það er algjörlega. Og nú ég var á ferðalagi í sumar og mér blöskraði alveg og borðaði mikið úti þar af leiðandi. Og matseðlar þessa lands eru orðnir ansi skuggalegir, sko. Þetta er ótrúlega þróun.
Það er gaman að þýða það yfir á svona evrur eða dollar. Já. Mundi ég einhvers staðar kaupa sko þennan hamborgara á 24 evrur? Akkurat. Það er einhvers staðar að gera það. En að því krónan er lág, að þá bara, þú veist, líður ekki yfir ferðamenn. En ef að krónan væri sterk, þá væri þetta náttúrulega bara snar ruglað. Og nóg mörgum ferðamönnum blöskrar samt, sko. Og þeim blöskrar samt, já. En þetta er svona minna, þú veist, 1500 kall fyrir kaffibotla. Þetta er ekki alveg, þú veist, þetta er ekki alveg morð í evrum. Við vorum með svona ræða hérna frammi að kom svona fólk sem að var að tala hvað vextir eru að hækka mikið. Og það var fólk svona sem að maður myndi gera ráð fyrir að hefði það bara mjög gott, sko. Að vera bara í millistétti, eftir efri hluta millistéttar á Íslandi, bara hefnasta fólki heimi. Og það kom í ljós sko að vextir og húsnæðiskostnaðir að hækka svo mikið að þetta fólk svo það væri með bara hærri laun heldur en kennarar eru með að það var bara að tala að það væri bara að koma í bara einhver fjárhagsleg vandræði sko. Því að vextir verður svo geðvíkislega. Fólk sem er svona 20 árum yngri en ég, það er bara ekki í góðum málum sko. Sem hefur verið að kaupa fasteignir upp á svona síðustu árum. Að kaupa alveg gríðarlega dýra fasteignir, taka gríðarlega há lán til þess að skuldsetja sig upp á fleiri 10 milljóna og þó sért sko hérna hjónin séu með sikkvara milljónina mánuði að þá er þetta bara erfiðleika að maður láti þetta ganga upp. Já, það maður sé fram á það og núna þegar þessi vaxtahólskefla kemur á þessum lánum sem er að losna og fólk er að lenda í núna allt í einu þreföldum húsnæðiskostnaði við það sem það var og þá þarf það bara að fara að neita sér alls konar hluti og það er bara og jafnvel berjast í bökkum og neita börnunum sínum tómstundir eða tónlistarnám eða hvað það er og þetta er bara alvarlegt mál. Þetta er náttúrulega þannig að ríka fólkið þau áttu að fá að vera með óverðtryggt. Allir hinnir eiga bara að vera með verðtryggt og þegja. Það er svolítið hennig, það getur ekki alltaf sömu reglur. Og svo er fólk að reiðast að því þau eru að reyna að vera með óverðtryggt og það er náttúrulega búið að hækka alveg gríðarlega en það er náttúrulega, þessi verðtrygging er náttúrulega líka alveg snar sko. Það þyrfti að hafa, þú veist, stjórna þessu öllu saman einhvern veginn öðruvísi. Ekki þannig að eina leiðin til að eiga húsnæði er að borga fyrir það 100 sinnum. Þessi blessa íslenski ófyrirsjáanleiki, hann er að vandamálið sko. Veist ekki fyrirfram hvað þú reiknar með að þurfa að borga þegar upp í staðið. Ég var eitthvað að leika mér að skoða hérna 8. áratug þá var mikil verðbólga og ég gæti ekki betur síðan að það hefði verið bara ágætis kaupmáttaraukning. Það er raunverulega áfalli kemur raunverulega þegar laun hætta að elta verðlag. En lánin gera það eins og það er svona upp úr 83 sem að kemur rosa högg á svona venjulegt fólk. Herðu, það er kjaramál. Það er í frétti núna að Dagur B. Eggertsson var að hætta sem borgarstjóri og hann fékk endurgreitt, óúttekið orlof, myndi það kannski heita, 10 ára fyrir tíman, 10 milljónir, tæplega. Frábært fordæmi fyrir alla hina sem mögulega eiga inn í óuppgjört orlof sem að bæði sveitarfélög og ríkið hafa verið heikjast við að borga út eða gefa fólki tækifæri á að taka. Núna er allavega hægt að benda. Þó svo hafi yfirmann, en hann hefur náttúrulega engan yfirmann raunverulega. Nei, já, ég myndi segja við hann ef ég verið formaður borgarráðs, myndi segja Dagur minn, ef að þú áttir inni þá höfðu bara að fara í frí. Þú getur ekki komið til okkar hérna og hægt að fá peningin í fríi sem þú tókst ekki. Þú ætti bara að fara í frí. Ég meina, er það ekki gert venjulegt fólk? Þú verður að fara í frí innan einhvers ákveðins tíma og svo fyrnist það. Þú getur ekki að safna upp 10 árum og fengið að borgað út. Það er ekki einu sinni eins og hann fengið þá kannski bara að fara í hálfsárs frí. Já, vandinn er að kosturinn við þetta mál er að núna er hægt að benda og þetta á ekki fyrnast og þá hlýtur fólk að eiga þetta inni sem á þetta inni. Og ef þú hættir í starfi eða eitthvað þá áttu að fá þetta bara greitt. Er það ekki ólöglegt að þetta fyrnist? Nei, það var dæmt ólöglegt vegna. Þetta var hins og sett inn í kjarasamninga og síðan var það dæmt ólöglegt. En borgin bara er búin að vera ýta á fólk að þau geta ekki í rauninni. Þetta er allavega ekki greitt út með, ég veit að þetta er ekki greitt út með glöðu geði og bros og vör, skal segja ykkur. Svo mikið veit. En ég heyrði að þetta eru 69 dagar eitthvað sem er rætt. Sem hann átt inni. 10 milljónir. Ert þú ekki með þannig í Þjóðleikhúsinu? Nei, ekki. 69 dagar eru tæplega 3 mánuðir. Leikarar eru ömurlega launaðir eða ekki? Heyrðu, eftir 25 ára starfsferil þá er ég komin upp í hæsta þrep sem er núna eitthvað í kringum milljónina, held ég, ekki það.
Nei, já. Og hvað ætlar að gera af allan pening þegar Ég veit það ekki. Byggja vegi? Já, ég ætla að kaupa rétt á einhverju vindorkuveri. Já, þannig að, en það var annar fyrirverandi stjórnmálamaður í fréttunum, það var, kom frétt það að stuðningsfólks Katrínar Jakobsdóttur væri að láta svona baukinn ganga til þess að safna upp í kosningabaráttuna sem að tapaðist. Já. Ég sá þessa frétt, sko. Bara flott hjá þeim að safna fyrir þessu. Vonandi tekst bara að safna þess peningum, held ég vona það. Ég sá að þegar svo frétt svo birtist það á Facebook, það var bara að vísa því það. Og sá ég kommentin fyrir neðan. Það var ekki að gera lukkur. Fólk á Facebook líka bara oft svolítið það er mjög erfitt að gera þeim til geð, sko. Fólk á Facebook? Já, ég var í einhverju stuðningsgrúppu fyrir hann Jón Gunnar og hann bað fólk sem að gæti bara kurteislega að leggja sér lið í baráttunni á sínum tíma og það var allt vitlaust. Ég var að keyra með dóttur minni í bíl og við hlustuðum á hann þar sem hann kom einhvern veginn inn í fréttirnar og sagði að hann væri byrjaður að komin í kosningabaráttuna og væri búinn að opna reikning þar sem að vera að safna og vera að biðja fólk að gefa sér. Grátbiðja fólk að gefa sér og það væri þegar komin held ég 4.500 krónur og alveg En það ógeðslega dýrt að fara í frambúð. Ekkert smá. Það kom mér á óvart eitthvað að tala það. Maður þarf að eiga bara fjölda miljóna til að keyra þetta á stað. Maður ætlaði eitthvað alveg séns og 40 milljónir. Já. Mér fannst Katrín auglýsa mest. Hún gerði það held ég. Það hafði verið rannsakað. Hún var bara til þess að daginn fyrir kjördag. Þá var hún eiginlega inn í þessum þáttum með auglýsingar ein frambjóðanda. Sko. Það var nú mjög margir það var langar auglýsingar líka frá Höllu Tómasdóttur. Ég reyndi að fylgjast með þessu því við vorum svolítið að fjalla þetta. Maður sá það líka bara leiðinni heim og hún var á öllum strætóskýlum og hún var á strætó og ég man eftir því að ég var ekki að tala við mann þetta. Þá bara var bara auglýsingarnar hennar út allt. Sko. Hún var þetta bara með mjög öflugan hóp á baki sér sko. Hún var það. Já. En vonandi tekst henni bara að safna peningum frá þeim sem að stutta hana eða styðja hana en þessi ílska á kommentakerfum var dálítið fyndin svona til að byrja með hvernig fólk gat verið alltaf bara eitthvað á ég að lemja þig og alltaf talar svona ógeðslegt mál og segir eitthvað hryllilegt og bara alltaf við öllu orðið bara hræðilega þunglindislegt núna að sjá þetta. Ég safna svona kommentum landvernd svona leiðindakommentum, ég veist ofta þau oft mjög fyndin. Þetta svolítið fyndið að þegar fólk svo mikið reitt en maður hugsa bara kannski þurfum við bara að taka verðtrygginguna eða gera eitthvað fyrir fólk eða eitthvað hvaðan kemur öll þessi bilaða reiði. Það var maður sem sendi mér daginn svona komment sem að Stefán Einar, blaðamaður á Morgunblaðinu, hafði skrifað við mig að ég ætti að vera í fangelsi og eitthvað svona. Ég held að hann sé svona bara ábyggilega fullur á Facebook eða eitthvað. Ég fekk bara heilt svona umslag fullt af svona bara óhrúðri sem þessi maður að skrifa hér og þar hvað ég sé ómúluga maður. Fólk vildi leyfa sér miklu meira að skrifa svona á netið heldur en ef að þú myndir einhvern veginn mæta þeim. Þú veist, það þessi persónutöfrar sem okkur við mistum alveg í COVID. Félagslegu töfrar. Þú ætti náttúrulega bara að fá Stefán Einar í viðtal og bara taka aðeins bara umræðina. Spyrja hann hvað meinti þessu. Hann var satt þarna og ég var með eitthvað svona. Og hann hefur þá ekki sagt þér að fara í fangelsi? Nei, ekki þá, nei. Það er ekki hringt í lögreglunni. Talandi það var eitt af þessum málum sem var kannski alveg Imane Khalif. Nefaleikakona. Það var svolítið talandi Facebook og þá voru margir á því að maður hélt alltaf þetta væri mál það að ég geti skilgreint mitt kyn og ég var að sækjast til að mega gera það. En nú var allt í einu búið að snúast við að það voru menn sem að vildu skilgreina kynið á einhverjum öðrum og gott ef ekki bara neyða hana í kynskipti í aðgerðu eða hvað styrist þetta? Hún var hún þarna keppti og vann bara mjög hratt og henni var víst neitað í einhverju annar keppni þar sem einhver önnur úttektarnefnd þá var henni neitað
að taka þátt í kvennaflokki. Bara alþjóða að hnefarleika sambandi gerir svona kynjapróf á öllum. En það er ekki þar með sagt að hún sé kall, það bara hún með ómikið að kall í Við vitum ekki niðurstöður í þessu prófi. Við vitum bara að henni var bannað að vera með og að þetta hnefarleikasamband ekki samþykkt í Ólympíusambandinu. Þannig að þú veist, þetta var allt saman bara einhver steypa. Og Ólympíunefndin með sína eigin svona einhver viðmið hver að því þetta, þú veist, fólk intersex og alls konar og það hún það ekki sko, hún bara fættist sem stúlka og alveg sem stúlka og fjölskyldan lítur hún sem stúlku og sveitarfélagið og ríkið og allir lítur hún sem stúlku. En þarna sér maður bara hvað sko trans... Elon Musk, hann á því að þetta fyrir Elon Musk og þessi þarna Rowling, þetta eru bara glæpamenn. Hún ótrúleg á þessum kerfum. En þarna sér maður bara hvað sko trans svona hatur bitnar ekkert bara á trans fólki, þetta bara hættulegt fyrir okkur öll. Allt í einu farið að setja okkur í með þessi box og segja ef þú ert með einhverja kjálkalínu eða eitthvað, þú veist að ég sé á þér að eitthvað þetta bara skaðlegt fyrir alla og öll að það sé að við förum í svona þessar fylkingar einhvern veginn og leyfum ekki bara fólki að vera eins og rosalega ljótt bara, mér finnst þetta bara átakanlegt upp á að horfa. Alveg hrikalegt og bara kúdós til hennar að láta vaða að kæra þetta fólk og stefna þessu fólki. Fólk verður að bera ábyrgð á orðum sínum. Og þessi orð voru enga veginn bara boðleg sko. En þetta hefur gerst áður á Ólympíuleikunum held ég í þessari íþróttahreyfingu. Það var hlaupakona frá Suður Afríku, Caster Semenya. Þetta er alveg merkilegt hvað við erum upptekin af þessu sko. Hvað okkur haldið þetta sé svona? Þetta er svona kynusli og einhvern veginn eru margir sem bara hanga einhvern veginn á sínu kyni og sækja rosalega svona sjálfsvirðinguna sína í það og ég var að reyna að rifja upp svona þegar rauðsokkurnar var að koma fram sem að neituðu svolítið svona kynja hlutverkum og þá var fólk alveg rosalega reitt einhvern veginn og fannst það eins og að beindist gegn sér persónulega að það væri einhvern veginn verið að braska ykkur með mig og það sama þegar hommar og lesbíur kom út úr skápnum að þá var það einhvern veginn, þú veist eins og ég þurfti ekki að svara fyrir það sko. Þetta er eins og vegan, fólk er bara alveg brjálað út í fólk sem er vegan af því að þau eru bara ég borða kjöt eins og það skipt einhverju máli. Akkurat. Þetta er skemmtilegt. Herðu, það er annað svona fólk sem sefur í Grindavík. Ég er að reyna, það er ekkert að það fá okkur í svona menningarstríð þarna, ekki með lúpínuna og fólk sem sefur í Grindavík, það gengur það? Viljið þið fara til Grindavíkur og reka fólki út? Nei? Ég myndi ekki sofa þar sjálfur og mér finnst það svolítið svona mér þykja óþarfa áhætta en svo er ég ekki heldur í sporum til að dæma að þurfa að yfirgefa heimili mitt og bæi minn og samfélagi mitt. Þetta er ótrúlega sorglegt mál. Ofboðslega sorglegt. Þetta meina bæ? Já, þetta er bara hræðilega sorglegt og maður bara finnur virkilega til með þessu fólki sem misti samfélagi sitt sko. Við verðum samt einhvern tímann að komast samt á einhvern stað með þetta mál. Við svolítið ekki vera komin almennilega á stað með málið. Ég veit það ekki hvort að sko maður gerir sér ekki grein fyrir nákvæmlega hættunni á því að gista þarna en ef einhver til dæmis mér nákominn væri þarna þá myndi ég gera allt sem ég gæti til þess að telja þeim trúum að sofa ekki þarna bara af því að ég held að áhættan sé meiri heldur en maður skilur samt að fólk er velta fyrir sig sko að virkni muni komið til með að færast og þá Veðurstofan hefur sagt það. Já, að sko þá kannski akkurat núna er ennþá pínu óvissu tími og við erum komin líka á þann stað að það er komin þarna kvikusöfnun upp á ákveðnum mörkum þar sem hefur gosið áður þannig að það getur þannig sé gosið hvenær sem er og yfir þau mörk sem að hafa verið áður þannig að þetta verður stærri atburður og þetta heyrir maður allavega sko, og Ég velti bara fyrir mér hvort að sé ykkur hluti sögunar sem maður þekkir ekki og veist að fólk á þarna fasteignir og hús og athvarf og samfélag sem að fer þarna allt í klessu eru þau allt búin að fá greitt? Geta þau búið er þetta fólk sem að getur ekki búið annars staðar? Getur ekki borgað leigu annars staðar eða hefur ekki fundið
önnur hús. Já, Þetta fólk, einhver ósagður hluti þarna í sögunni að þess vegna eru þau að gista í Grindavík? Við erum að tala við fólk sem hefur ákveðið að vera þarna og það svarar þessu til dæmis með því að það sé bara á þeim hluta í bænum að þessi yngri hættu frekar en hverjum annar. Og það ég bara geta alltaf að gilda yfir alla og ég geta bara tekið ákvörðuna, ég þekki alveg atburðina undanfarið og hættuna í Grindavík og hvar sprunguna liggja og allt þetta og ég get bara tekið ákvörðun það. Það er ekkert og svo meiri segja þegar gæti fólk sagt að þegar að stóru atburðinu voru, stóru jarðskjálftarnir í, hvenær var það í október eða í nóvember, ég maður ekki. Nóvember. Að þá flúðu Grindvíkingar út úr bænum löngu áður en kom eitthvað rýmingar tilkynning. En það er ýmislegt, það er mjög margt í þessu vegna þess að ef eitthvað gerist og segjum að það gjósi inn í bænum það þarf þá kannski mögulega að koma og bjarga þessu fólk. Það sagði lögreglustjórinn að ég þarf að hafa menn hérna bara á vakt. Já, er það ásættanlegt að setja okkar framlínu fólk í björgunarsveitum og í lögreglu og sjúkraflutningum í þá hættu að þurfa að fara inn á svæði þar sem að gasmengun er mikil og svo framvegis til þess að sækja fólk. Já. Ég hef ágjörð þessu líka og ég tel bara en þarna kemur líka þessu sem við erum búin að tala svolítið sem þetta frjálslyndi hversu mikið á fólk að ráða sig sjálft og hversu mikið eigum við að leyfa fólki að gera það sem það vill. Alveg svo vorum að tala í upphafi þáttarins. Einhvers staðar þarf að draga einhverja línu með þetta. Já, það má náttúrulega ekki vera heldur of mikið svona ofríki. Nei. Ég meina, Víðir má ekki segja okkur hvað við erum að kjósa til dæmis. Nei, það er línan Talandi það að kjósa, það er bæði nýr biskup og nýr forseti, svolítið svona poppa upp í hlutum. Við erum byrjuð að æfa í kórnum okkar fyrir biskupsvísluna sem verður 1. september í Hallgrímskirkju. Hvað er það að syngja? Við ætlum að syngja Britten, það er nú mest spennandi sem við erum að gera og svo er dópi af sálmum. Hvað er Britten? Benjamin Britten er brestónskáld sem það er eitt lítið verk eftir hans sem við syngjum. Það er Óður til Bretlands. Já, breskið þjóð. Já, það skildi þú ekki að vera óður til Guðs. Hann er ekki verið slaufaður. Britten? Já. Það þótti svo djarftækur til ungra drengja í kór. Það er allt saman tónlistin stendur samt sem það fyrir sínu og það er reynda bara óvenju lítið af tónlist sem er fallegri heldur en það sem Britten hefur saman með mínu viti. En jú, vissulega þetta alveg atriði sem það var fyndnast þegar að maðurinn hans, Peter Pearce, að ef þú leitaðir á honum í Alfræðorðabókin þá stóð See Under Benjamin Britten. Þegar maður leitaði Peter Pearce. Þannig að þetta er vitamála, hann var svona confirmed bachelor, eins og maður segir, á þessum tíma. Það hefur ekki verið auðvelt eflaust lífið á þeim tíma eins og við þekkjum vel úr breskri sögu og íslenskri. En finnst ykkur ekki að því að þeir verið að breyta fólk, þá er alltaf svona smá ferskur andi með þessu, eða ekki? Gaman að fá nýjan gamla fórsetanum eða gamla biskupnum, það er bara gaman að fá nýtt fólk. Það var rétt. Ég er bara spennt fyrir þeim. Já, bara ég heldur sem samanlega spennt fyrir þessu. Kjarnakonur sem bara eiga þetta mjög svo skilið og bara glæsileg. Gott kvennaríki. Tómasdóttir og tala mikið loftslagsmálin og það er bara mjög spennandi að sjá hvernig hún tekst á við þetta hlutverk og Já, og Guðrún Karlsdóttir bara mjög frambærilegur biskup, ég er spennt að sjá hana. Myndu þið vilja fá nýjan forsætisráðherra? Nei. Það kemur að því. Já, vonandi fyrir seinna. Enginn er eilífur. Enginn er eilífur. Herðu, ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað og fara með mér yfir fréttir vikunnar. Almar, Þorbjörn, Bíbí og Þorgjörður. Takk sem leiðis. Takk fyrir. Og hlustendur þakka ég fyrir að hafa staldrað við og hlustað á okkur og hort og minni á að þið getið hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfissamstöðuna með að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar hér. Segja frá því að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu 89.1 á Stór höfuðborgarsvæðinu. Það má sækja þær útvarpsendingar líka á spilarann sem er bæði á netinu, spilarinn.is og sem app sem má hlaða niður í símann og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem fá sjónvarpið sitt frá símanum. Það eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar allan og svo hring samfélagsumræðu þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Samstöðun hefur verið byggð upp af þeim áhorfendum og áheyrendum sem hafa gerst áskrifundur.
Þú getur slegist í hópi með því að fara inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir 2.500 krónur sem grunn áskriftin, þú mátt borga meira þú vilt. Og þið sem kjósið getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. Það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðill, eða svona tilraunaverkefni til þess að gæti orðið fjölmiðill, gæti orðið umræðuvettvangur í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Á morgun verður helgispjall klukkan 9, þá kemur Erpur Eyvindarsson hérna, svo verðum við með úrval vikunnar og svo á sunnudaginn að þá byrjar þátturinn Synir Egils aftur, samfélagsumræða hér í hádeginu á sunnudaginn. En ég þakka fyrir í dag og segi góða helgi.